Suðurnesja Magazíni skellti sér í heimsókn til Grindavíkur á dögunum. Fyrst var farið í Bláalónið en þar standa framkvæmdir yfir og var púlsinn tekinn á Magnúsi Guðmundsyni, eiganda Grindarinnar, sem sér verkið. Og svo kíktum við hjá Helgu Árnadóttur, framkvæmdastjóra sölu, rekstrar og þjónustu hjá Bláalóninu. Við erum að gera hérna nýtt útivistarsvæði fyrir Bláalónið. Það er gufubað, það er kaldupottur, það er sána, nýjir fossar. Þetta er svona fyrsta vers í nýju útivistarsvæði. Og hvenær var ákvörðun tekin þetta? Var þetta búið að vera lengi í pípunum? Já, það er þetta, við áttum að í raun og veru að fara í þetta bara í nóvember, sko. Já, en þá gerðust smá atburðir. Já. Þannig að hvað, var því bara ýtt á undan þá? Eða hvernig? Já, bara ýtt á undan, sko. Og hvenær hófust framkvæmdir þá? Við byrjuðum hérna í janúar, að einhverju leyti, byrjaðir jarðvinnu og svona. Já. Og hvað áttu vona að þetta tæki langan tíma? Já, sko, það er ekki bara þetta, það er ýmislegt annað hér á döfinni. Þetta er nokkra ára prógram hérna framöndan í framkvæmdum. Já, þannig að þú ert með næga vinnu hérna fyrir þig og þitt fólk á bara næstu árum bara. Já, ég reikna með því. Já, er það ekki bara frábært tækifæri? Jú. Já, þannig að þessi frábæri staður Bláalónið, þetta er að fara að verða ennþá flottara, grunna mig. Já, það er bara verið að bæta og breyta og stækka. En svona þetta sem ert á að gera núna, hvenær áttu vona að verða það tilbúin fyrir sumari? Nei, ekki í sumar, en svona í haust. Í haust? Já. Ok, en staðan inn í Grindavík, þú ert náttúrulega með bara vegstæði þar og þegar ég hitti þig, þegar þú varst að tæma húsið, þá var nú ekkert gott í hljóðið. En hvernig er það núna? Nei, við erum bara byrjaðir að vinna þar á fullu. Já, við erum búin að vera það núna í svona 2 vikur á verkstæðinu. Og er það bara gömul verkefni sem þú varst þá með? Já, við erum að klára 2 stórverk sem við vorum með og svo erum við byrjaðir að taka að okkur svona 1 og 1 lítið. En þá bara staðan inn í Grindavík, hvað er eitthvað eins búið að fækka staffinu, er það ekki? Jú, ég hef búin að tapa örugglega svona 6-7 mönnum. Já. Er það þá bara bæði fólk flutt eitthvað annað og líka bara fólk sem treystir sér ekki að vinna inn í Grindavík? Já, það eru nokkri farnir bara út á land og svo bara eitthvað fólk sem treystir sér ekki til að koma tilbaka. Já, en þú sjálfur, gistið þú síðustu nótt? Ertu ennþá inn í Njarðvík eða hvernig? Já, ég keypti mér íbúðin í Njarðvík, þannig ég er bara þar. Já. Stutti vinnuna hingað. Svipa lágt að fara nánast. Þannig engar pælingar hjá ykkur hjónunum að bara fara aftur inn í Grindavík? Nú gist í einhverjum 20 húsum eða hvað það er? Jú, það getur vel verið að það komið til, sko. Já, bara sjá til hvernig þetta þróast. Já. Hvernig myndið þú vilja sjá mál þróast bara inn í Grindavík núna á næstunni? Þú hefur nú þína skoðun á því, grunna mig. Sko, þetta er ég er náttúrulega með starfsemi í Grindavík og áfullt að atvinnuhúsnæði þar og við erum að reyna að vinna þar, en þetta er svolítið snúið að það er búið að kaupa upp allar eignir, fólk er flutt í burtu og það er bara snúið fyrir okkur hinn að halda upp í starfsemi. Við þurfum að fara að keyra úr Reykjavík, Hafnarfirði, Garðinum, Keflavík til þess að halda starfsemi á verkstæðinu. Þetta er mjög snúið. Ég held að þetta hafi nú maður bara fann að velta fyrir sér, voru þetta mistök að fara að kaupa upp öll þessi hús. Menn að fólk kemur ekki tilbaka. Það var ekki að kaupa okkur atvinnureikendur út eða atvinnuhúsnæði upp. Já, menn þú myndi vilja sjá ríkið? Já, sko þetta verður svo erfitt fyrir okkur og við þurfum að keyra hérna kannski klukkutíma til að komast til Grindavíkur og allir fluttir. En ef að fólk hefði ekki verið keypt út, þá hefði það bara orðið að vera í Grindavík, fara í húsin sín. Og það náttúrulega hefði þá farið allt mikið fyrr í gang. En ég er ekkert viss þetta fari í gang. Nei, þá kannski snýst þetta dálítið hvernig á að hugsa næstu skref í Grindavík. Menn að fólk getur ekkert hugsað sér að búa þarna meðan að bærinn er ekki gerður öruggur og fyrir bara barnafjölskyldur að vita ekki hvort að muni hefja skólahald eða leikskóla. Það lítur að vera dálítið erfitt. Hvað ætlar að gera við alla smærri atvinnureikendur og menn skulda í þessum húsnum sínum og þurfa að halda þessu við og rafmagn og hitt og engin starfsemi? Ætlar ríkið að hirða þetta bara eða bankarnir? Hver er stefnan? Já, þú myndir vilja fá
fá einhver svör með það? Já, fólk hlýtur að þurfa að fá einhver aðstoð við að reka þessi húsnæði eða fyrst að á ekki að kaupa þetta af okkur. Já. Ef þú hugsar 3 mánuði fram í tíman, hvernig verður staðan í Grindavík þá? Á ekki að fara að gjósa núna næsta klukkutíma? Já, sagan segir það. Sagan segir það, já. Og þeir eru að fara að vinna í dag held ég, þeir eru að byrja að nýr garður fyrir innan núverandi garð. Já, og hvað svo? Ertu sammála þeirri ákvörðun? Hefði ekki bara átt að hækka þann sem var fyrir? Leggja bara ofan á nýja hraunið, eða hvað? Nei, ég held að það hefði verið langbest að gera enga garða. Að leyfa bara hraununa að fara yfir þetta. Það er nú ekki allir sem eru... Nei, það er ekki allir sammála því. En ég veit að sko, allir smærri, það er bara fiskvinnslufyrirtæki sem að vilja vera þarna inni. Já. Vélsmiðjan og sjómannastofan Vör. Men aðrir eru ekki þarna. Nei, en það á að vera hægt að taka ákvörðun að bara hefja uppbyggingu bara strax. Sumir vilja meina það sé ekkert sem mæla móti. Það sé hægt að gera bæinn öruggan og... Já. Ég veit það ekki. En allavega eins og sakir standa, þú hefur nóg fyrir stafni hérna í Blálónu. Já, ég er með nóg hérna sko. Já. Meðan við erum ekki reknir hérna út. Þetta er Lava veitingastæðurinn okkar sem eru opinn fyrir daggesti og reyndar hótelgesti líka. En hann er alltaf vel sóttur og vinsæll alla daga ársins. Já. Segðu mér, ef þú hugsar 1 ár aftur í tíman, hvaða fjölda þið með svona dagsdaglega í Lóninu núna með að við á sama tíma í fyrra? Sko, þessi tími er alltaf svolítið sérstakur, þessar vikur eftir páska. Og fólk í ferðaþjónustunni þekkir það. Það er svona háönn svolítið páskana og svo dettur þetta svolítið niður vikurnar á eftir áður en að svona sumarvertíðin hefst. Já. Ég myndi segja við séum með kannski, helminginn 70% af því sem við eigum að venjast á þessum tímapunkti núna. Já. En bara sumarið sem er framöndan, hvernig svona leggst það í þig svona með hvernig staðan er akkurat núna? Bókunarstaðan er ágætt, við kvörtum ekki. Við auðvitað gerum hvað við getum að hafa opið, auðvitað með allar viðbragðsáætlanir, rýmingaráætlanir og í góðu samtali og samstarfi við viðbragðsaðila hverju sinni og þetta hefur gengið vel þetta hálfa ár sem liðir í raun og veru síðan að hræringarnar hófust og vonandi munum við bara geta haft sem mest opið í sumar. Hvað eru margir dagar sem þið hafið mist bara frá 10. nóvember? Sko ég er ekki alveg með töluna akkurat til dagsins í dag en eftir fyrstu 5 mánuðina þá vorum við búin að vera með 3 mánuði lokaða af 5 samtals. Og segi ekki margar spár og annað, á ekki þetta sumar geta bara orðið nýtt metsumar í komu bara erlendra ferðamanna? Já, menn segja það lítið vel út en hvað þetta svæði varðar og þessar lokanir síðustu mánuði þá eru þær auðvitað mikið tilkomnar vegna þess að stjórnvöld og viðbragðsaðilar og allir hafa verið að átta sig á stöðunni og menn svona þess að finna út úr þessu. Við erum auðvitað komin á mun betri stað hvað varðar viðbragð, áætlanir og svo framvegis. Ef maður skoðar flugtíðni til landsins í sumar að þá búast menn við stóru ferðamannasumri en auðvitað er flugtíðnin ekki allt. Það er líka í raun og veru load-faktorinn eða hversu mikið af þeim sem er að ferðast með flugfélögunum er að koma til Íslands, hversu hátt er það hlutfall versus hverjir er að fljúga yfir hafið og svo framvegis. Já. Þannig að þetta liggur ekki nákvæmlega fyrir en ég vil vera bjartsýn. Og er það ekki nokkuð ljóst að þessir varnargarðarnir þeir hljóta að veita ykkur mjög mikla öryggistilfinningu, er það ekki? Jú, að sjálfsögðu og skiptir gríðarlega miklu máli fyrir starfsemina hér að hafa varnargarðana. Svo erum við í daglegu samtali við viðbragðsaðila þannig að við fylgjumst auðvitað vel með jarðhræringunum og eins með gasmengun og öðru. Þannig að við erum á hverjum degi að rýna stöðuna með okkar færustu sérfræðingum og metum stöðuna dagsdaglega út frá því. Og er ekki talað að staðan akkurat í dag? Er ekki talað að nýtt eldgos bara liggi í bara loftinu? Jú, það eru líkur á því og við erum við öllu viðbúin en við höfum líka verið viðbúin í langan tíma og við bara horfum á 1 dag í einu og allavega eins og staðan núna eru opin. En segð mér, það eru smá framkvæmdir í gangi hérna hjá okkur.
Hvað svona stendur til í okkur? Við erum svona í ýmsum svona lagfæringum og í raun og veru að vinna í ýmsum þáttum til að bæta enn frekar upplifun gesta okkar, bæði þá inn í klefum og úti á opnum svæðunum og munum í raun og veru vonandi geta komið þeim svona í einhvers konar virkni núna í byrjun sumars og svo í lok sumars. Já, þannig að ég meina, er ekki bara gott hljóð í ykkur hérna í Blálónu? Ekki bara sól og sumar framöndan? Hljóðið er alltaf gott í okkur og við erum alltaf bjartsýn og við vinnum með stöðuna, við erum búin að segja það frá upphafi að við ætlum að lifa með þessari stöðu og þessum hræringum og vinna úr því eins faglega og hægt er á hverjum tímapunkti og alltaf auðvitað með þeim viðbragðsaðilum og stjórnvöldum á hverjum tíma. Með öryggið í auðvitað fyrirrúmi? Að sjálfsögðu, alltaf og við erum alltaf með það þannig að ef það er einhverja líkur þá lokum við og svo framvegis. Við höfum gert það oft og svo auðvitað rýmum við á allt þegar það kemur til. Vélsmiðja Grindavíkur var fyrsta fyrirtæki til að opna og hefja starfsemi eftir fyrri rýmingunni nóvember. Bjarki Sigmarsson stóð vaktina þá og gerir enn, en fyrir utan að sinna vinnunni er hann mikið í Grindavík. Nánar tiltekið austur í Hverfi þar sem hann er með fjárbúskap ásamt Ómari Davíð Ólafssyni, öðrum eiganda vélsmiðjunnar. Við kíktum að lokum við hjá Óttar Sigmarssyni sem hefur verið áberandi í störfum sínum fyrir björgunarsveitina Þorbjörn og Slysavarnafélagið Landsbjörg, en hann sagði að sér formennsku í því félagi á vordögum til að sinna fjölskyldunni, uppbyggingu í Grindavík og rekstri fyrirtækis fjölskyldunar HB Flutninga betur. Það er nú umtalsvert að gera. Það eru skip og bátar sem þarf að þjónusta og það er svolítið að gera í því og reytingur í búðinni. Það er fólk að koma hérna og þetta er eina verslunni sem er opin í bænum og hér eru samlokur og gos og drykkir og slíkir í. Já. En svona ef þú spólar 1 ár aftur í tíma, hvernig er þetta með við sama tíma bara fyrir árið? Þetta er náttúrulega galið ástand sko. Já. En það er nú sennilega talsvert minna að gera en þó svolítið. Og meina hvernig, þú veist, er þetta ekki mikið til, það er mikið af allskyns iðnaðarmönnum í bænum. Þú veist, er þetta allra... Já, það er mestmegnis er þetta iðnaðarmenn, en auðvitað er þetta íbúarnir að koma hérna og ná sér í ruslapóka og eitthvað svona smottir í til þess að bjarga sér með. Já. En hérna, mestmegnis er þetta nú iðnaðarmenn og fólk sem er að vinna hérna í fiskúsunum í kring. En þetta bílaveikir og slíkt, eru þið með... Já, bílavegstaðið er opið, við erum reynda bara með 1 mann á vegstaðinu eins og er. Hvað voru margir? Þeir voru 2. Já. Og hérna, en það er alveg meira nóg að gera fyrir hann. Fólk kemur, sem er búsett annar staðar núna, kemur hingað með bílana síðan til þess að fá viðgerða því að það nennir ekki að bíða í vikum saman eftir tímum í borginni eða Keflavík. Og þeir eru líka með opið inn í hvað, Hafnarfirði eða ekki? Við erum með svona aðstöðu fyrir vélsmiðjuna þar. Já. Fyrir smiðjuna sko. Þar eru tól og tæki svona til járnsmíðavinnu og svoleiðis. Það var því var öllu saman riggað út hérna þegar öllu var lokað hérna í byrjun. Og hvað er svona fyrir ykkur að gera í því? Er það mest þjónusta við skipin eða? Það er vísisflotinn og talsveit fyrir Þorbjörn líka. Já. Það er svona alls konar bara viðgerðir og ýmislegt tengt í. En hvað með þig sjálfan? Hvar býr þú og því fjölskylda? Ég held til inn í Njarðvík og var svo heppinn að dóttir mín var nýbúin að kaupa sér íbúð þar sem ég ruddist inn á hana. Og tók mig bara bólfestu þar og það væsir ekkert mig sko en hvað með framhaldið? Eru þið búin að selja eða? Já, við erum að selja og það er nú bara vill og svo einkennilega til að það er nú bara akkurat í dag sem við erum að gera kauptilboð í húsnæðin í Njarðvíkum sko. Inn í Njarðvík? Já. Inn eða ytri? Inn í Njarðvík. Inn í Njarðvík, já. En svona hvernig þín tilfinning bara fyrir ástandunni hérna í Grindavík og framhaldi, hvernig sér þú það fyrir þér? Það er voða erfitt að spá í það en það verður vonandi bara svona hefst ykkur uppbyggingarfasi og hlutinni fara að gerast og hjólinn að snúast. Og þú náttúrulega vinna hérna, þín kona líka eða ekki? Já, hún vinnur upp í Blálóni. Upp í Blálóni, já. Og svo ertu náttúrulega bóndi, fjárbóndi. Já. Og hvað, er ekki sauðburður í niðurgangi? Það er nýafstæðið, það kláraðist í gær. Kláraðist í gær? Já. Og hvað, hvernig? Það gekk bara ágætlega, svona, það gekk bara vel. Svona heilt yfir. Men hvað ertu með margar á
Sko við erum 2 saman í félagi og Þú og Ómar eða ekki? Við Ómar og það voru þarna 24 sem að báru hjá okkur núna, samtals. Já, og hvað fyrstu mörg lömb? Það ljótt að segja það, ég bara hreinlega manna það ekki. En það ekki alvöru bændur sem þykjast ekkert muna hvað eiga mikið fé. En nei, þetta einhver 7-8 eitthvað hluss. Og svo væntanlega það náttúrulega bara þannig að þýðir ekkert að tala um það hversu efnileg lömbin eru. Það gott orðatiltæki segir nefnilega lofa skal lamb að hausti, það ekki? Jú, nákvæmlega. Við skoðum þetta í haust. Kannski eitthvað rosalega flott lamb sem kom út núna, lítur vel út, svo það kannski bara étið upp á fjöllin. Já, af tóu eða eitthvað. Af tóu Við vitum ekkert það. Eða eitthvað. Við vitum ekkert það. Já, og hvenær farið þið með lömbin og fíið á fjall? Í fjallið, það svona upp úr næstu mánaðamótum sem að það yfirleitt, svona fyrstu vikuna í júní sem að það er svona vaninn, já. Og hvað þetta væntanlega áhuga mál svona? Já, þetta er áhuga mál. Ég segi stundum að þetta sé vitlausasta áhuga mál sem hægt að hugsa sér. En þetta er skemmtilegt og maður væri ekkert í þessu nema bara þetta er gaman. Ok. Þetta er lífstíl. Þetta er lífstíl. Þannig að þú bara bjartur á bara komandi framtíð? Já. Komin sól og bara? Já. Það þýðir ekkert annað. Hvernig er ykkar starfsemi þessa dagana? Já, hún er bara svona þokkaleg. Þetta svona rúlar eitthvað áfram en ekkert eins og það var, ekkert í líkingu það sem það var, sko. Ef þú spólar 1 ár aftur í tíman, hvað ertu með mikil afköst með saman tíma fyrir ári? Kannski 4. afköst eitthvað svoleiðis. Já. Það er bara þannig. Við erum bara bjartsýnir, sko. Já, og hvað er það sem þið eru mest að gera? Já, við erum auðvitað bara svona þessa dagana að flytja vörur til og frá Grindavík og svona sinna þjónustu gagnvart fyrirtækjum og gagnvart fyrirtækjum í bænum. Við vorum auðvitað mikið að sinna fyrirtækjum og einstaklingum en það er svona aðeins minni þjónusta í kringu þá núna. Við höfum verið í nóvember þá leigðum við okkur aðstöðu í Hafnarfirði en erum búin að ákveða núna að snúa tilbaka með alla starfsemi fyrirtækisins í þeirri mynd sem var í nóvember og við vitum það verður ekki jafn mikið að gera þá en það verður einhvern tímann jafn mikið. Já, ok, þetta finnst mér bara hljóma vel. Þið ætlið kannski dálítið að ganga fram með, bara góðu bara fordæmi, bara hefja rekstur í Grindavík eftir bara. Já, það er bara svolítið svoleiðis og þetta bara styðja við þá sem er í rekstri nú þegar og þá sem ætla að vera í rekstri líka og það þurfa einhverjir að byrja og halda áfram og við erum alveg tilbúin í það og það verður svo bara tími að leiða það ljós hver niðurstaðan því verður en þetta er það sem við ætlum að gera. Ok, en segð mér annað, þú ert búin að vera nokkuð svona áberandi í þínum störfum sem bara björgunarsveitarmaður og varst honum formaður Landsbjargar en tíma en ákvæmst að segja skilið við það allavega í bili, það er allavega mikið að gera. Hvernig standa þau málu öll hjá þér? Já, ég sagði skilið við formennskuna núna bara á vordögum og endanlega og svona bara geta gefið mig meiri tíma í þessa uppbyggingu og þennan rekstur sem þarf að fara fram í Grindavík á næstu mánuðum og árum. Það þarf að gefa sér tíma til þess að sinna formennsku í Slysavarnafélaginu og þann tíma þeim tíma vil ég verja hér heldur en þar eins og staðan er núna. Já. En ert væntanlega áfram í bara björgunarsveitin Þorbirni? Já. Virkur meðlimur þar, þú ætlum ekki alveg til að slíta alveg frá þessu? Nei, og ætla ekki að gera það. Nei, verða áfram virkur í starfi björgunarsveitanna og sinni þessu verkefni sem að liggja fyrir hjá okkur. Auðvitað bara í tengslu við öll þessi verkefni og það sem áður hefur gengið á og mun ganga á hér eftir, sko. Við erum alltaf einhvern veginn flæktir í þetta. En þegar þessi eldgos voru, það var mikið álag á ykkur þá. Já. En er ekki minna það núna? Jú. Þetta starfi í björgunarsveitunum byggist auðvitað upp á sjálfboðaliðum og okkar fólk er bara komið út allt eins og venjulega og eins og aðrir segja og þannig að núna núna er svona staðan að það er auðvitað bara komið atvinnufólk til þess að sinna þessum verkefnum sem við vorum í. Það er bara svona alls konar, einhvers konar gæslu, öryggis svona málum einhverjum og svona hinn og þessu, sko. Þannig að það er klárlega minna geri, þetta var orðið full mikið, eða ekki? Jó, þetta voru allt mikið. Sjálfboðastarf og menna það. Já,
Já, bara frá því í rauninni þetta byrja 2020 sko, þá við svona verið með annan fótinn í þessu og erum með mikið af fólki og mjög góðu fólki og það þetta bara gengur svolítið vel á velvildina gagnvart sjálfboðastarfinu þegar það er svona mikið að gera í svona rosalega langan tíma. En við erum ennþá starfandi og mjög brött auðvitað og tilbúin að takast á við verkefni en við erum ekki í þessum daglegu störfum sem eru hérna. En bara öðruvísi, ef það kæmi útkall þá náttúrulega eru þið bara mættir náttúrulega. Já. En bara þú, hvar býrð þú í dag og svona? Og hvernig horfir það við hjá þér? Já, ég bý í Hafnarfirði og var svo heppinn að fá húsnæði þar bara strax í nóvember og hefur verið þar síðan þá. Já. Ég sé búið þar á meðan allavega eins og staðan er núna en hygg á að koma heim ég hef ekki sett börnin til dæmis í skóla eða svoleiðis, þá myndi ég koma tilbaka. Ef þú myndir heyra svona kveða við nýjan tón kannski varðandi það, ef það yrði stemt á að hefja skólahald bara hérna í Grindavík, laga gamla skólan og hefja skólahald. Sérðu fyrir þér að þið myndið flytja þá heim? Já, ég segi það alveg fyrir mér. En það þarf þá heldur betur að sýna það að ætla að gera það eða stefna á það í það minnsta sko. Já. En það er auðvitað bara grunnforsendan að skólinn sé í lagi og skólamálinn í lagi og það er auðvitað þannig hjá fleirum sko. Og auðvitað líka að bærinn sé gerður bara öruggur. Þú myndir alveg vilja fara að sjá framkvæmdir inn í bænum eða ekki, að gera hann öruggan? Jú, 100%. Ég er hérna alla daga. Ég er búinn að vera hérna hverjum einasta degi síðan í nóvember. Alla daga sem við lokað og ég er búinn að fara hérna allt, þvælast hérna alla bæ og skoða alla sprungur, alla enda bæjarins margítreka. Það er bara að fara í þetta og laga þetta og gera bæinn öruggan og snúa aftur heim. Það er bara staðan. Og bara kveikja ljósin? Já, ég meina, þetta byggir fyrst og fremst á því að sé örugt að vera hérna. Og þegar við erum búin á því að þá hljótu að geta að fara að horfa aftur heim. Það verður að vera þannig.